fram að erum við að kynna þessar kenningar sem oft eru kenndar við forna visku eða ancient wisdom, stundum kallað perennial philosophy á ensku. Og þarna samansöfnuð þekking mannsins frá ýmsum stöðum á jörðinni sem sérstaklega Blavatsky tók mikið saman og birti. Svona að það hafði ekki birst einu áður í heiminum. Þetta var mikil breyting. Síðan hefur náttúrulega margt bæst við. Og ég er einu svona eftir því sem að ég hef grúskað að setja saman það sem fjallað þetta efni. Og í þessum kenningum þá ekki smá spurningar. Það spurt stórt. Og þarna sem sagt möguleikarnir eðli heimsins og upphaf vísins. Það sem sagt eins og við þekkjum alltaf kenningar þetta hafi verið að hreint til línu. Í öðru vegi, eins og vísindahyggjan eða sumir vísindamenn stríða öðrum vísindamennum í dag og kalla vísindakirkjan. Ég tek að það ekki Scientology þetta sé orðum eins og trúarbrögð. Þá alheimurinn afsprengi óbífanlegra lögmála, þar sem allt gengur vélrænt. Sem við erum að róbóta, við höfum engan meiningu sjálf. Þetta er skýrt bara vélrænt. Í þriðja lagi að alheimurinn sé nákvæm skipuleg heild með öðri vitsmunni að baki og það sem unnt að beita eigin frjálsum vilja. Og vísbyrgi kenningar það aðhyllast þennan þriðja kost. Þegar við erum vön því í okkar vestrænum þjóðfélögum að það er svo ríkjandi línuleg hugsun. Það er alltaf hugsað í upphafi og endi. Eitthvað byrjaði og endaði. Það er alltaf eðlilegt út af lífi og dauða, en það er ekki hugsað út í að líf og dauði sé kannski hluti bara af miklu stærra ferli. Svoleiðis að ef við hugsum bara eftir geometríu, ef við hugsum línulega hugsun, þá var náttúrulega byrjunar og endir, en ef við förum í hring, þá er ekki hægt að segja hvað byrjunin eða hvað endurinn og eins með spíðan. Samkvæmt þessum fornu kenningum, þetta er afar gróft, ég bara tekið saman helstu atriði. Þá er því haldið fram í þessum fornu kenningum að heimurinn var ekki skapaður, hann bara er og hann birtist og hverfur. Það er svo dagur og nótt. Og þetta er reglubundið, en þegar þarna erum við að tala feikilega mikil tímabil. Það er talað dag og nótt Brahmans, sem á sanskrit nefnist Manvantara, það er þegar heimurinn er í birtingu, eins og við erum núna hér, og Pralaya, þegar hann hverfur og er í tóminum. Þetta minnir náttúrulega Ginnungagap í gömlu norrænu goðafræðinni. Þessar hugmyndir náttúrulega koma mjög víða fram. Og það er meira að segja gefnar tölur á þessu, að dagur Brahmans sé sama og 4 bíljónir og 320 milljónir ára. 20.000 milljónir ára. Þarna er kennt að lífið er eitt, ósýnilegt, allsstaðar nálægt, án upphafs eða endis, en birtist hverfur með reglulegu myndbíl. Meðan þeirra vísindamanna í dag sem eru svo djarfir að koma með nýjar hugmyndir og möguleika, þá var einmitt nefndur þessi möguleiki að samfara þessari efnislegu þróun sem við erum vitni að, þar sé samhliða andleg þróun sem á sér stað.
lífsbyggilegar kenningar, eins og segir hérna, þær ganga lengra en þróunarkenning Darwins að þessu leyti að þær fjalla jafnframt andlega þróun. Og líka það sem að mönnum finnst alveg skrítið, að það leynist líf allstaðar í öllum ríkjum okkar. Þetta nokkuð líka sem að kemur fram hjá sömum vísindamönnum í dag. Ég tók hérna, ég hef allt þetta skemmtilegt hérna, það kom fram í bók sem ég Líf í alheimi og sem kannast við hana. Og ég með Halldór Jónsson frá Eiðum sem kom hérna oft á fundi áður, við starffræðingur. Hann var með þessar hugmyndir að ef við hugsum okkur land sem að hefur bara 2 víddir. Nú fyrir ég. Nei. Líka við sem taka veitið að hérna sem sagt, blokkurna hérna eru íbúarnir á landi, þeir eru allir flatir, því það bara lengt og breitt. Svo hugsaði hann sér að komið þarna hnöttur. Þessi lína yfirborðið sem við sjáum hérna, þetta yfirborð. Þegar hnötturinn fer í gegn, þá fyrst sjá þeir hraðsetningarnir, þá sjá þeir bara punkt. Þeir sjá aldrei hnöttinn. Þeir sjá bara punkt af því þeir eru innan tveggja víddir, sem sagt 2 víddir sem þeir hafa. Svo hérna kemur svona hringur og hann smá stækkar, hann verður stærri hérna og þegar kúlan fer í gegn þá minnkar hann og síðast hverfur hann þegar kúlan fer hérna í gegnum og hérna komið í gegn. Svoleiðis að þetta er bara gert til að menn átti sig á að ef við nú erum við með 3 víddir, ef að við myndum skynja fleiri víddir, þá er ekki nokkulega að tala þær út frá þeim víddum sem við erum vön. Það er bara eitthvað allt annað. Nú talaði ég eðlisfræði 4. víddina sem tíminn og það getum við farið út í það núna og gerum setna kannski að í nýjustu eðlisfræðikenningum eins og strengjasviðfræðinni þar voru þeir að tala 6 víddir og það fór upp í 9 fyrir okkur síðan. Nú er það komin upp í 12. Við talum 12 víddir. Við erum það setni. Svo kemur þessa spurning, er einhver tilgangur með tilverunni og lífinu? Þannig kemur aftur að okkar takmörkum við hugsum alltaf upphaf og ending. Upphaf og svo tilgangur með einhvers. En ef það er hringur og hrattur, þá er þetta óanægilegt. Hins vegar er drepið á það í lífsbyggilegum kenningum að innan vissa marka sé viss tilgangur í tilverunni sem sá að lífið fer í gegnum ýmis form og vitundin birtist í æ fíngerðari og fullkomnari formum. Fyrir nokkur 1000 árum þá hefum við líklega verið svona aðeins grófari í útliti. En svo kemur þetta einn kenna hérna og þetta er í þessum fornum kenningum. Ég selði ekki dýrar en ég keypti það. Það er að þróunin fer ekki í beina línu eða hring. Fyrst þegar að andinn fer að stíga niður í efnið úr þeirri vitund, þá fer hann niður í þéttara efni og fer niður í eins þétt og það getur orðið og þar á eftir þá stígur það upp aftur. Þetta minnir að vissu leyti á söguna sem við þekkjum Tindasson. Þetta er svona grafísk mynd af þessu. Það er talað úthellingu eða outpouring á andanum
niður í efnið og síðan upp í fíngerðir andlegsvið. Fyrsta úttekning, ég er svo ónur þessu. Nú. Svona. Fyrsta úttekningin er hérna. Sko, andlega sviðið er hér fyrir ofan. Hér erum við með sko líkamlega, jarðneska sviðið, astralsviðið, hugræna og svo framvegis. En fyrir ofan þetta þá er hinn hreini andi. Og fyrsta niðursteking hans fer hingað niður. Og það kemur betur í ljós hérna á eftir hvað gerist. Og síðan kemur önnur úthelling, hún fer frá sama stað, fer allan niður og svo fer hann að stíga við. Og þriðja úthellingin kemur á móti henni og þau mætast hérna. Sjáum alltaf betur hérna setna. Fyrsta úthelling er sem sagt, það er bara út til svið fyrir nýjan heim. Frumskeiðsefni, það er að segja efnið á algjöru frumskeiði, deilist í aðskilin atóm. Efnið þetta er ekki efnið sem við þekkjum. Þetta er blundandi máttur í alheiminum. Það er kallað potential, máttur, blundandi máttur, sem getur myndað inn ýmsu svið og vítir í alheiminum og gert efnið lífi. Þessi úthelling hreinlega myndar efnið. Svo kemur önnur úthellingin, sem við sáum þarna á myndinni. Þá andinn þá líkar efnið til viðbragða. Að úthellingin frá efsta punkti niður í lágpunkt og aftur upp. Þá hefst sem sagt þróunin sem við tölum um. Og í þessari úthellingu mótast inn í ýmsu lífform. Hvort heldur að það sé ormar, eða tré, hvalir eða jafnvel fjöll. Það er líf í öllu þessu, samkvæmt þessum kenningum. Svo kemur við þriðja úthellingin og hún kemur sem sagt á sambandi þeir sem er að koma upp í þróuninni við aðri veruleika eða guðlega sviði. Og þannig tengir það háþroskuðu einstaklinga við eindarvitund, það er að segja mónadar, sem er eind og eindin er í rauninni hið ótrúlega sjálf með stóru essi, ekki því þetta. Já, býður bara. Já, þetta er þeim sem kemur þarna. Þetta er að verða til, sko. Já, þú gerir þetta ekki. Þetta er að myndast. Þú bjóst þetta ekki til? Nei, ekki svona, sko. Nei. Þetta er hvað er eitthvað. Við býðum svenn. Nú förum við ekki lengra þetta en í steinalífið. Og kannski ítir aftur á takkan. Sko, þú getur bara að skapa þetta er maður, ég er aldrei búið til þessu. Það getur sagt bara að verði ljós. Það er einn. Það verður mér að sko. Hérna er sem sagt að lífið fer þarna inn í. Þetta er hérna mynd sem er gefin út frá Guðsmíkjufélaginu í heiminum, svona alþjóðlega, í samt við fræðsluflokka. Og þetta er alltaf ensku, svo ég hitt að við að setja á mikið af því, en hérna erum við sem sagt með hérna efnislíkamann, hér er astral huglíkamann og búddísk eða innsæðis og svo aftur andinn. Sko. Hérna er sem sagt niðursýningin í efnið sem er það þéttasta og svo fer það yfir í náttúruríkið og áfram í því og það er
gífurleg tímabil þarna á milli og förum í hennar eitthvað. Og svo kemur mannlega þróunin og hún heldur áfram upp í hið andlega sig. Já, þegar útfellingin sem sagt fer niður í efnið, þá býr hún til lífsform, eins og við vorum að segja. Við kallaðum stundum fyrsta frumgerðaríki. Svo að löngum tíma liðnum. Þá verður hún meira samgróin efninu og lægra þróunarstig í öðru sem sagt elemental ríkjum. Elemental fyrir til að elementalar andar tengdir grunnefninu. Löngu síðar þá gæðir hún geðheima sálum í þriðja elemental ríkjum. Og þá eftir óratíma þá getur hún gætt hluta steinaríkisins sálum. Þetta hljómar einkenna. Ég skil þetta ekki alveg en þetta eru kenningarnar. Nú, eftir að neðstu tröppu steinaríkisins í niðurstíkingu lokið, þá upphefst uppstíkingi. Þú hverfur lífið í geðheima og gæðir jurtalíkið líf, sem við sáum á myndinni. Löngu seinna hefst sérstakt tímabil í lægri gerfum dýraríkisins. Þú tekar fram, eða kynni ykkur bækur þessu sviði, þá var alltaf heilmikið lesmál hvert og eitt stig af þessum tæg. Ég vil hérna bara gefa svona heildarmyndina. Nú, allan tíman þegar þetta á sér stað stöðug þróun á öllum sviðum. Sem sagt frá hinu ófullkomna til meira fullkomna. Þegar lífið hefur náð hæsta þroskastigi í dýraríkisins, þá gefur möguleiki að fæðast inn í mannríkið. Og sérhver maður er sérstök sál. Dýrin og plönturnar eru hópsálir. Og í þróuninni þá minnkar smásælan hópsálir eftir sem að þróun heldur áfram, þangað til að síðast sérstaklega þegar dýr eiga mikil samskipti við mannin, að þá myndast möguleiki að þau fæðist inn sem maður. Ég skoti inn að ég og kona mín áttum feikilega fallegan labrador retriever-hund og ég sagði að hún er líklega maður næst. Þetta var sagt bæði í gamni og alvöru. Ég held að það var einstaklega góð vera, þetta besta vera sem ég hef kynst. Og það sem ég hefði gaman að lesa í bók þessi fræði, þá er sagt að þegar að dýr er í nánum tengslum við mannin og þau verða mjög góð og hann fæðist inn næst sem maður, þá fæðist þetta dýr ekki inn sem frummaður eða frumstæður. Hann er orðið þegar bara nokkuð þroskaður. Ég er ekki viss á því. Hér er listaverk gamalt sem þið hafa kannski séð, sem er svona tákgrænt málverk eftir hennar mann, Reginald Marcel, þróun lífsins. Það er séð, hérna er þetta frá grófustu hérna neðst og svo hérna upp í aðri hægri þarna. Og það er til list á þessu sviði eins og við erum flókur, sko, í ýmsum flókur, þetta er flókur. Nú, svo er það með efnið, og það er ekki aðeins gróft efni, það er í ýmsum þéttleika myndum. Eins og við sjálf erum í ýmsum þéttleika myndum. Og þetta er ekki að ræða lagmynda þéttleikar sem er gróftur neðst eða fíngerðar neðst. Þetta er allt á sama stað. Eins og við hugsaum kommóðu og hugsaum skúfurnar með grófu neðst og svo upp í fíngerðara. Þá er þetta kommóða sem er búið að setja alla skúfurnar saman í eina. Það er hver inn á annar. Þannig að við kemur hérna að því eftir. Þetta er allt í sem sagt þetta er í sama rúmtæki sko.
og eiginlega réttar að tala þarna bara orkusvið eða vítir. Sem sagt, eins og við segjum, andleg vitund, hún þróast frá niðurstillingu og svo upp í sjálfsvitund. Eftir að fæða sem maður þróunin algjörlega í höndum mannsins. Það hans sem að tekur að bera ábyrgð á sinni ferð. Og svo koma hérna kenningar ýmsar hvernig við erum samansett. Og eins og ég sagði með forna visku að hún náttúrulega kemur á ýmsum stöðum. Blavatsky og þessi guðsbyggingar tóku mjög mikið frá indverskri heimspeki, sérstaklega veðlanda heimspekinni. Þar alla þessar skilkenningar komnar fyrir löngu síðan, 1000 ára. Og hér sem sagt, hérna skipting tækir sjálfsins eða hjúparnir sem við erum með hérna, við erum með efnishjúpin hérna sem að við skynjum. Og þeir skipta því annars vegar í þrennt og svo aftur í þessar þrískiptan líkama hérna, og svo aftur fimmfaldur hjúpur. Þegar í þrískiptu líkami þá tala efnis líkama, stúla sharira. Þeir tala fíngerða líkama og það svo líkami sem að lifir áfram milli jarðlífa og svo orsaktakar líkama. Hérna kemur nánari upplýsingar þessu. Það Anna Maja Kosa sem sagt líkamshjúpurinn. Næst orkuhjúpurinn, Prana Maja Kosa, og hugsana Mano Maja, sem sem sagt hugsanahjúpurinn. En jafnvel þessi svið við sjáum að setja hjá guðsbyggingum skipt niður í minni, altså fleiri svið innan hvers þessara. Og Vindjana Maja Kosa vitsmunahjúpurinn og eftir þessari skiptingu þá var það þetta sem hann lifir áfram, þetta hérna sem sagt þeir. Og Ananda Maja Kosa náttúrulega innst í kjarninn og hérna neðst sjáum við áfram. En nú förum við yfir í lífsbyggikenningunum. Þá tala þeir sem sagt efnislíkama, janeska, geðlíkama eða abstrakt, huglíkama, manas. Það sem ég var nefnt áðan að þeir tala líka efri manas og lægri manas. Og efri manas stundum kallaður orsakalíkami, við kannum sér það. Svo andlegu líkaminn Atman, og þar fyrir ofan vítir sem að þetta fáir hérna þetta svo viss, en þetta allt saman á að vera innan í hverjum einasta einstakling. Og í samtöðu rúmtak þá skilst mér að hérna, þó við sjáum það ekki, að efnislíkaminn hann hérna eins og við sjáum, en svo þegar hinir taka við, þá eru þeir sem sagt stærri, hver fyrir sig. Hérna setjum við upp bara til gamans að þetta eru 7, að orkustöðarnar 7 að samsvara þessum stígum, eins og við þekkjum ferðinu. Og í dýra og plöntu og steinaríkinu, það meiri samheldni, það eru hópsálunar. Aftur í þróunni að þá stefnir hún á það að hver einstaklingur með sína einstaklingsvitund. Hvernig stendur að og breytir á takkan og kemur næsta. Já, ég ætlaði að fá hitt. Ég veit ekki af hverju það að koma inn í svona. Það vissi annars að það þetta miklu flottar. Jæja, getum við komið með astralíkama, með öllum ástriðum og því og gerir sem sagt huglíkaminn með búddíminni sem Ísæs-líkaminn og gerir sem sagt eftir stíðin. Þetta sem sagt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Þetta er frá Guðsbyggi fræðslubæki. Líka með var eftir hún. Það er eins og myndir sem er gaman að skoða. Það eru líka 7 stíg, sem sagt við sjáum mannin hérna, það eru 7 stíg. En það er nú sagt í mörgum, eins og við þetta í jógatradísjónum, það að geta fæðst sem maður sé mjög mikið skref í þróuninni. Og í þessum skóla þá lærum við í aðalskóla sem er skóli lífsins. En það var hlegið að því bátti þegar Blavatsky var að segja frá þessum meisturum í himnalega höllum og þetta verði einhverjir svona supermenn en þegar við hugsaum það bara lógist í þróuninni þá er ekkert eðlilega mjög löglegt til áfram því að eins og tegundirnar hafa þróast þá séu líka til verur sem eru eins ofar okkur eins og við erum ofar dýrum. Nú, svo komum við að fræði sem er mjög sérstakt, sem við kallað geislafræði. Það er ekki geisli í venjulegum skilningi, en þetta eru sem sagt frumkraftar í náttúrunni sem verður til þegar heimurinn annan tara var að skapast og þeir beina orku inn í heiminn og inn í okkur líka. Og þeir samsvara einum 7 frumkraftum mannsins og heimsins. Þessi 7 geislar, þetta eru dulsmyndisstyrkfeikilegt hugtak. Þetta er að finna í mörgum tradísjónum eða andlegum hefðum, bæði í vestrænni og vestrænni esoterískri heimspeki, allt frá því á 7. öld fyrir Krist. Birtingamyndin er ekki allstaðar eins, en þetta í hinum ýmsu myndum er að finna í vestrænum raunhelgaskólum, í gnóstíkinni, Mýþra-raunhelgunum, grískum helgimyndum með íkonum og fleirum. En sent á 19. öld, þar sem þegar Blavatsky kemur fram í sín fræði, þá birtist þetta í mjög ítarlegri mynd. Og hér kemur svona uppkast af því hvernig þessi geislar ég ætti að sýna ykkur fleiri uppsetningar. Það er svolítið mismunandi eftir hver setur þetta. Hérna er að setja fyrsti, þess að er vilja, krafturinn og vald. Þetta er sem sagt einkennið á persónuleika mannsins. Það er sumir menn hafa þessi einkenni. Og þetta eru menn sem eru svona leiðtogar og þeir geta verið í stjórnmálum eða einhverjum miklum framkvæmdum. Svo kemur menn sem eru betri kærleika og visku. Þetta eru oft þeir sem eru í fræðslu til dæmis, eru mjög algengt, eða bókjarstarfsemi. Nú, svo er þriðja sem er greind og að sjá sameiginlegan bakgrunn, skilningur og hinsbyrgi. Þetta er það er svolítið prófið að þriðji geislinn og fimmti sem er líka þekking og þar er það sundgreina. Þess að þriðja geislanum, þá var það maður sem að hann sér það sem er sameiginlegt á bakvið margbreytnina. Hann sér lögmál sem að gilda sem að eru að baki hlutanum. Allur fimmti er eiginlega vísindamaður eins og þekking. Hann sundurgreinir allt inn í smæstu eindir og hann er ekki að leita einhver á bakið. Hann er ekki hinsbyggingur. Hann er að sundurgreina hlutina. Og svo að hann á milli er fjórði geislinn
Það er maður sem leitar mikið að samræmi